Já, komið sæl. Það var sólríkt hér mest allt vestanvert landið eins og þessi gervitunglamynd ber með sér. Hitatölur alveg með ágætum víðast hvar og náðu hæst í tæp 18 stig í Þykkvabæ á suðvesturhorninu. Öllu þyngra yfir þegar við komum hér austar á landið og þar rigndi víða nótt á vel í dag og hitatölur var svona heilt yfir víða á bilinu 5-10 stig og þeim slóðum. Og við lítum hér á svona nærmyndina í þessu, þá sjáum við að það nú engar svona kröftugalægðir hér nær okkur, lægð hér á milli Íslands og Skotlands og við sjáum hérna úrkomumerki á norðausturhorninu í dag en það ætlar nú svona að verða eitthvað lítið af úrkomu á morgun, öðru litla breytingar hjá okkur en þó það nú þannig að við sjáum að það hér annað kvöld að þá siglir hér rakar á loft upp að suðurströndinni og það svona það sem við fáum á aðfarnátt föstudags og kannski helgina. Og engar meiri áttar hreyfingar á loftmassanum, sæmilega hlýtt loft hjá okkur, köld tunga inn á norðausturhornið og við sjáum að þetta er ekki mikið að svo sem að breytast til morguns, ef eitthvað örlítil hlýnun en lítil þó. Og á nærsviðinu þá sjáum við að þetta eru spálíkanuna, þetta er nánast eins og gervitunglamyndin sýndi hér rétt áðan og það að rigna svona dável hér austan til en við sjáum þegar við gerum hreyfimyndin í ganga það annars lítið sem breytist hvað varðar kvöldið og nóttina en við tökum þó eftir því að það svona að draga heldur þá úr úrkominu á norðausturhorninu þegar líður á morgundaginn. Klukkan 14 á morgun lítur þetta svona út, fínustu hitatölur hér allan að vestan til á landinu, þar sem að vindur stendur af hafi hér fyrir norðan og austan að þá nú viðbúið þetta verði 8-10 stig og semst það jafnvel enn lægra en svo. En ég má rekna með að hér suðvestanlands að þá fáum við svona álíka hitatölur og í dag þar sé hámarkshitatölur 18 stigin, ekki ósennilegt það. Og það sem eftir líður morgundagsi þá sjáum við að hérna annað kvöld að þá byrjar svona aðeins að þykna hér upp á sunnanverðu landinu og fer að koma hér úrkoma inn upp að suðurströndinni, hægt og bítandi. Svo sem slitrótt úrkoma, allan að svona þegar framleiða stundir og skilin koma lengra inn þá trosna þessi skil upp en klukkan 14 á föstudaginn og þá verður þungbúið hér sunnan til á landinu, lítilsháttar rigning víða á þeim slóðum, bjartasta veðri að finna hér á norðvesturhorninu og þá svona aðeins búið að snúast við myndin hvað varðar hitafarið, það allan orðið hlýjast hér á norðvesturhorni landsins. Skilin halda síðan áfram til norðurs og við sjáum einmitt þetta þegar við ganga hér inn á landið þá svona eyðast við smám saman upp og verður meira og minna skýjað og rignir svona öðru hvoru en ætla síðan að koma meiri innspýting af raka þá inn hér á laugardagsmorgun og kannski meiri afgerandi úrkoma í þeim skilum. Og 13, 14, 15 stig fyrir norðan, hitið svona í kringum 10 stigin hér fyrir sunnan á laugardaginn og þessi skil ganga síðan norður yfir landið þegar líður á laugardag og aðfarnátt sunnudags og það verið alltaf verða hér suðvestanátt hjá okkur þá á sunnudaginn með skúraleiðingum sunnan og vestanlands og gæti jafnvel sleiðst eitthvað hér inn á norðausturhorni líka. En hvað varðar Evrópu, þá nú háþrýstisvæði hér yfir mið-Evrópu, við sjáum að það svona í Skandinavíu sunnanverðu skúraleiðingar og þá víða austurhluta álfunnar, en Frakkland og Ítalía og Íberíuska en bara fínasta veður þar á morgun, jafnvel orðið óþægilega heitt hér í suðurhluta Spánar og Portúgal. Nokkuð hefðbundin góðviðrisdagur á Kanaríeyjum eins og þetta kort ber með sér hitatölur í kringum 25 stigin og svona almennt sólríkja á eyjunum öllum og ef við förum síðan hér til Norður-Ameríku þá þrumuveður hér á stóru belti í Suðurríkjunum sérstaklega þá í Texas og árindar og víðar í suðurhluta Bandaríkjanna en háþrýstisvæði yfir vötnunum miklu og sól að finna þar á stóru svæði. En hvað var að veður hér á morgun hjá okkur og þá verður það bara svona nokkuð svipað dag sem þetta gott að verið sæl.